Það var sigur hérna á móti KA, hvernig svona fyrstu viðbrögð? Bara, bara gott að taka 3 stig og fara með okkur stöður. Þannig að blenda tilfinningar, mikið yfirbyrði leiknum og færi og stöður hérna í seinni hálfleik sem við verðum bara að nýta og gera út leikinn, þannig að við lendum ekki í því að þurfa að vera að berjast við líka okkar í fyrstu leikunum í uppbótartíma. Þannig að það er kannski svona, já, bara hefði viljað sjá menn gera betur úr færunum og stöðunum, en bara góð frammistaða og sterk 3 stig. Já, þetta var svona, þver öfugt við það sem þið voru að upplifa í síðustu umferð? Já, KA var náttúrulega að spila bara með, í þessu leik, það var svona svissamilli leikjarfi, en í þessu leik spilaði þetta bara með 5 flata og djúpt niður í vörn og 3 þarfir framan, og það er bara helvítið þolinmæðisverk og það er mikil gæði að komast í gegnum það, en svona eftir að komast yfir og í seinni hálfleik þá svona komum við aðeins framar og þá komum við þessar stöður sem ég talaði sem við þurfum að nýta betur, en þeir voru mjög þéttir og gáðu fá færi á sig. Já, Viðar kemst þannig í færi frábær markvarsla hana hjá Antoni. Og svona stundafjórðungur eftir eða svo. Já, mjög vel varið, Anton, hún var frábær í sumar. Já, KA-menn vildu eitthvað fá víti þarna, Ásgeir dettur, hvað fannst þér það? Ég ætla engin beður víti nema varmarbækurinn hjá þeim, ég ætla að segja ýmislegt. Já, Höskuldur þurfti að fara velli, hver er staðan á honum? Hann fekk aðeins svona stífnað upp í náranum og bara óþarfi að taka ykkur áhættur og hann kom út á og getið stendarskóminn og var langbesti leikmaður vallarins í seinni hálfleik, þannig að það reynir á breytina þá stíga menn upp á þessi kitti og hann var gjörsamlega styrlaður í seinni hálfleik og ég bara vona að þetta sé ekki neitt með högga en við tókum enga sénsa. Já, hvernig, ég mig langar að spyrja þig, kemur nú ekki í sögu í dag, Kristoffer kom frábær inn í síðasta leik og svona búinn að gangi í gegnum ýmislegt, hvernig horfir á hans svona uppgang? Já, hann er búinn með 3 heila fótboltaæfingar síðan 27. október í fyrra, þannig að hann á langt í land í formi og öðru, en bara frábært að fá hann tilbaka og hann er að bara byggja sig upp á hverjum degi og komast betur form og hann verður mikilvægur fyrir okkur í sumar, en við þurfum að vera þolinmóðir með hann. Já, það var einhver pirringur að þér í endan á leiknum, eftir leikinn, hvað var það? Já, KA-menn sögðu okkur að vera að tefja leikinn sem meðast óréttlátt. Við vorum að pressa það á maður og mann niður á vítastínu hjá þeim og marklínu hjá þeim í uppbótartímanum og fannst við vera það lið sem leikinn tikka og opnaði leikinn og já, mér finnst það illa okkur vegið að sagði okkur að hafa verið að tefja. Ég gæti ekki séð þau móment í leiknum. Ok, takk fyrir. Takk.